Á vef Háskóla Íslands segir að miðaldafræði sé þverfræðileg grein þar sem teknir eru til rannsóknar valdir þættir úr sögu, menningu, trúarbrögðum, bókmenntum, listum og heimspeki Evrópu á tímabilinu 500 til 1500. Og hér getum við séð á lítið dæmi, við höfum þarna 3 dálka, við höfum annars vegar guðfræði, sagnfræði og frönsku. Og þarna eru ýmis námskeið sem að fólk tekur innan þessara greina. Miðaldafræðin eru þá bara þannig þvers yfir. Hugmyndin að miðaldafræðum var upphaflega sú að tengja saman fræðimenn úr ólíkum greinum sem fengust við að rannsaka viðfangsefni frá miðöldum og ná þannig fram samtali milli þekkingar á hinum ólíku sviðum. Þannig skapaðist umfangsmeiri þekking á sögu, hugsun, list og menningu miðaldanna en annars hefði verið kostur á. Áherslan á þverfræðilegt samstarf er því frá upphafi grundvallaratriði í miðaldafræðum ásamt þeirri útkomu að samlegðaráhrif skili sér í öflugra starfi og betra skilningi. Ég valdi að fara í miðaldafræði af því að B.ríkjun mín fjallaði efni frá miðöldum og ég hafði mikinn áhuga á að geta haldið áfram að sérhæfa mig á því sviði. Og námsleiðin í miðaldafræði hentar einmitt rosalega vel fyrir fólk sem að bæði vill sérhæfa sig á einhverju ákveðnu sviði en vill líka hafa svolítið heildstæða þekkingu á bakgrunni miðalda. Ég hef valið námskeið úr listfræði, frönsku og íslensku, svo væri gaman að taka eitthvað úr þjóðfræði eða heimspeki og með þessu þá fær maður svona miklu skýrari og skemmtilegri mynd af því hvernig miðaldir voru, þær verða meira svona lifandi. Ég syns ég er á þverfaglegu miðalda. Þetta er þverfaglegt nám og ég er á hinu þverfaglegasta sviði námsins sem þýðir að ef að eitthvað námskeið í háskólanum tengist eitthvað tímabilinu 500 til 1500 þá get ég skráð mig í það og fengið það metið, tekið þátt í því. Það getur verið mjög áhugavert að sjá mismunandi sjónarhorn fræðisviða á sama hlutin. Eins og núna er ég í 2 námskeiðum sem fjalla báðar riddarabókmenntir. En annað er sem sé kennarinn er bókmenntafræðingur og hinn er sagnfræðingur. Og við erum að fjalla sömu sögunar en út frá alveg gera ólíkum hliðum. Syns ég sker voðalega mikið af heildarmyndin út. Það er eins og þegar þú ert að reyna að ramma hlutin í norræna menningu en málið er að norræn menning er ekki til ein og sér á báti, heldur hún aðeins til í samhengi evrópskar menningar. Norrænar miðaldir eru hluti af evrópskum miðaldum. Evrópskar miðaldir teygja sig inn í norrænar miðaldir. Þegar þú ert að lesa norræna miðaldatexta þá vantar þig að hafa evrópskt samhengi. Evrópska samhengið fæst með þverfaglegu evrópsku miðaldanámi sem þetta er. Akkurat núna þá er ég bæði í B.ríkjunni og svolítið í námskeiðum sem ég núna þá hef ég alltaf það svona athuga höfðingjamenningu og íslenska aristókratíu, hvernig hún hafi hagað sér og hvað hugmynd hún hafði sjálfa sig. Og það er bara svo margt sem kemur á óvart í þeim efnum. En kannski sérstaklega spennandi bara það er svo margt sem við getum ekki vitað, við erum alltaf að giska. Eins og komið hefur fram í kynningu þessara málstofu, þá hefur hugvísindasvið ákveðið að leggja sérstaka áherslu á efla miðaldafræði á næstu árum. Í fyrsta lagi má segja að viðfangsefnin skortir ekki í heimildirnar, hvort sem það eru fornleifar, handrit, skjöl, listmunir eða aðrir gripir frá miðöldum. Og í öðru lagi þá eru við Háskóla Íslands að minnst kosti yfir 40 manns sem að leggja stund á rannsóknir í miðaldafræðum að hluta eða í heild og það má teljast kappnógur fjöldi sérfræðinga á þessu sviði til að geta lagt einhverja rækt við það.